Já, velkomin á Menntakvíku, rafræna ráðstefnu í menntavísindum. Við erum hérna saman, Kristín Björnsdóttir, prófessor í fötlunarfræði og siðgæslufræðum. Og Eiríksson Kristbjörg Árnusdóttir, bókmenntafræðingur og rannsakandi, sjálfstæðsstarfandi. Og titillinn á erindinu okkar er Ástríða, þekkt og skömm í skólanum aðgreiningar, en við ætlum að segja frá einhverri rannsókn sem er í bara vinnslu núna. Ég ætla ekki að fara neitt í hugtakið á skólan aðgreiningar annað en það að við segjum að skólan aðgreiningar sé skóli þar sem er inngildandi menntun, þar sem allir nemendur eiga kost á að ganga í þann skóla og eru virkir og gildir þáttakandir í skólanum. En sko kenningarnir sem við vorum að nota í þessari rannsókn eru svo sem ekkert nýjar og snúast að svona tilfinningalegu erfiði eða emotional labor sem að starfsfólk þar stundum að sýna og í sín starfi. Það er gerða svona kröfur á starfsfólkið það. Og þá í fyrsta lagi að starfsfólkið bæli niður eigin tilfinningar í þeim tilgangi að mæta þörfum starfsins. Þannig að ef einhver til dæmis er sorgmætur, þá er ekki boðið að tjá sorg sína í vinnunni og þarf að gera sér upp þá aðra tilfinningu sem er þá kannski að vera brosandi, að brosa í gegnum tárin. Og að starfsfólk þarf að sýna réttu tilfinningar þar sem að hæfa þessu starfi. Og þetta er mjög algengt í þjónustustörfum þegar við viljum ekki fá þjónustu frá einhverjum sem er sorgmætur eða er reiður eða er með einhverjar neikvæðar tilfinningar. En ef að okkar þessar tilfinningar rýma ekki við þær tilfinningar sem ætlast til að við sýnum, að þá verða þær ómstríðar og þá er líklegt til þess að við upplifum örmögnun og sem hefur stundum verið talað um að sé einkenni kulnunar. Þannig að við ætluðum upprunalega að tala við kennara sem voru í svona einhverjum típiskum skólum, aðgreiningarskólum á höfuðborgarsvæðinu sem hefðu engar sérdeildir og en svo kom COVID og það breyttist aðeins þá áherslur okkar þannig að við auglýstum eftir kennurum og kennarar bentu á aðra kennara og þegar gögnin sem við erum að nota núna byggja á viðtölum við 12 kennara á miðstigi, 10 konur og 2 karla og ég ætla ekkert að fara nánar út í framkvæmdir rannsóknar en þið getið haft samband við okkur Eiríkssynum ef að þið viljið vita eitthvað framkvæmdina. Og þá er það bara ef við snúum okkur á niðurstöðunum þegar við vorum að tala þessa skólastefnu og þessa hugmynd skólan aðgreiningar þá var ekki skilgreindu þetta hugtak skólan aðgreiningar ekkert áneitt einn veg, það var ekki neina svona ríkis skilgreining sem að þau voru að nota og voru með ákveðna efasemdir og töluðu það hvað er málið að hrúga öllum inn í skólan og svo bara búið. Það þarf eitthvað meira, það þarf að breyta einhverju meira heldur en bara að leyfa öllum að koma í skólan. Og Eiríksson, við tókum eftir að hugmyndir með bekk geti verið hindrandi. Já, það var áberandi að margir kennarar tjáðu sig það og þeir fóru að tala sína vinnu og líðan að kannski er þessi fasti bekkur sem á að rúmast í helst ferkantar í skólastofu sé bara svolítið ferkantur hugmynd að það er ekki allir sem passa kannski inn í stofun að komast þar inn eða geta verið í svona lokuðu rými með mörgum og svo var bekkjar fjöldi skipt svolítið máli og við sáum það sem var talað um teymiskennslu það var brotin upp þessi dæmigerða hugmynd bekk. Það virðist kannski eitthvað sem virkaði og kennurum leið vel að kenna í ef að samstarfið var gott og líka uppbrot á milli árganga. Þannig að það þarf líka að hugsa ef að við brjótum upp þessa föstu hugmynd og gömlu hugmynd að bekkur þurfa að vera til, hvaða nýja möguleika það opnar í framhaldinu og hvort þá verða engin bekkjarkennari eða umsjónarkennari eða hvernig sem það er eitthvað sem bara opnaði svolítið svona nýja vídd í þetta. Og svo var líka annað og það er það sem fer fram inn í bekknum og stofunni. Það var vandræði með stuðningsfulltrúa sem náttúrulega tiltölulega ný stétt í grunnskólum
Og það var ýmist sko umhverfisefni var að þeir voru ungir og væru jafnvel í símanum og það er að segja þeim til og bara þá ertu komið að auka barnin í skólastofan eða mannesku sem ekkert svona lengra kannski frá nemendum í þroska og hegðun. Og svo líka bara margir sem væru ráðnir inn sem stuðningsfulltrúar sem hefðu ekki innsýn í starfið og það sem þyrfti til og fengi ekki nægan undirbúning heldur. Þannig að það tengist öll því sem Kristín ætlar að tala um næst, það orðaða skortsins. En svo ég mig langar að spyrja samt eitt, en þau töluðu líka er það ekki rýmið skólastofuna? Jú, rýmið, sko, rýmið skiptir máli, sem skólarnir eru gamlir og allt er hugmynd að vera heldur en núna, að rýmið væri hamlandi og þá fer það inn í bekkin sem slíkan og vildi bara nota gangana, þetta bara hanna skóla með meiri fjölbreytni og uppbrot í huga og meira flæði í skólanum, en það væri samt líka lokaðar stofur, en þetta er eitthvað sem að gefa tilefni til að þurfa að vinna aðeins með, sko. Já. En það er alveg rétt hjá þér samt með skortinn að það var mikil skortsorðræða og það vantaði tíma og það vantaði pening og það vantaði fagþekkingu og það var tíminn til undirbúnings en það var líka tíminn til að geta sinnt öllum yfir skóladaginn og hafa yfirsýn yfir allt og en það kom svolítið það var svolítið athyglisvert að þau töluðu sko fagþekkinguna sko inn í skólan sjálfan ekki það að þau geti ekki sótt sér fagþekkinguna sko utanaðkomandi heldur þau virtist vilja fá stuðning svona dagsdaglega þannig að það væri fagþekking þannig að þegar þau vildu kannski að nemendurnir færi kannski einhvers annað í einhvern annan skóla sem að væri meiri tími, fjármagn og fagþekking og þá snerist þetta svolítið það að því það er ekki innan veggja skólans þessi fagþekking sem að þarf að vera til staðar til að mæta margbreytilegum nemendahópum. En yfir þessum aðstæðum og sem að þau voru í að þá upplifðu þau voru sakbitnir að vera ekki að gera nóg fyrir nemendur sína og leið illa yfir að geta ekki komið til móts við þarfir nemendur en töldu sig vera að gera sitt besta. En þau þurfa í þessum skólum að það þurfa þeir að sinna tilfinningastjórnun eða þau þurfa að halda kúlunu og stundum var erfitt að halda kúlunu eins vel og þau vildu að þurftu. Og það má ekki gráta fyrir framan nemendur. Það þarf að vera kurteis við reiða og dónalega foreldra sem að kannski voru að hringja heim til kennara að kvöldi til. Það var mikil tilfinningavinna, vera að finna til alls konar dót. Annað heldur en að sko, tilfinningavinna er annað heldur en að kenna. Þannig að finna sundót sem var tengt minna læknistíma, senda nemandan og sækja nemandan og svona ýmislegt annað. En það sem er ábyrjandi er það að þau mega ekki sýna of miklar tilfinningar. Mega ekki vera ekki hvorki neikvæðar eða jákvæðar tilfinningar. Og Eiríksína, þú ætlar að tala um þetta betur það ekki á eftir í hinu fyrirlestri. Já, ræða það. Já, þannig að en eina af þessum kennslaaðferðum sem að tengist tilfinningum er húmórinn og sem að virðist vera mikilvægur í kennslu. Og ég kenna þess að mér finnst mikilvægt að krakkar finni að þeir geti treyst mér fyrir öllu, alveg sama hvað það er. Ég reyni alltaf, ef ég gerir mistök, þá viðurkenni ég það alltaf. Ég hlæ að mistökunum og vil að þau upplifa það sé bara allt í lagi að gera mistök og allir sé í skólanum til að læra. Ég geri ekki kröfu að þau kunni neitt strax. Þetta er mjög áhugavert hvernig við erum að nota þarna ákveðna tegund af hrifi eða hriðgjörningi, hláturinn, sem þá kennslaaðferð til að skapa andrúmsloft sem að einkennist af trausti. En þau töluðu líka þessa miklu kröfu samstarf og að þau þurftu stundum bara að gefa afslátt af sjálfum sér og til þess að allt myndi ganga upp af sínum tilfinningum og sínum prinsipum. En það voru sumir sem áttu erfitt með að biðja aðstoð. Eiríksína. Já, þeim fannst erfitt að því að þeir hefðu reynslu af því að biðja aðstoð, það var kannski sagt já, svo gerist ekki neitt. Og líka ef við báðum aðstoð, þá var fengu þeir þá tilfinningur og beinlega sagt við á stundum að þeir væri kannski ekki nógu góðir kennarar
það var svona margt sem var í veginum fyrir því að eða aðstofa beinlínis hafnað eða heima fram af sér sem náttúrulega ákveðin tegund af þöggun. Þannig að margir voru svolítið búin að gefast upp en það var samt áhugavert að aðstofan virtist svona vera svolítið flæðandi og sjálfkrafa kannski frá samkennarum. Þeir styðja hvern annan oft á tíðum. Þannig að en samstarf við stjórnendur það var ekki gott og ekki við foreldra heldur. Nei, það var alltaf mikið sem að mæðir á kennurum. Þannig að stjórnendur eru að gera mikla kröfur önnur störf heldur bara beina kennslu og kennararnir upplifðu svona ákveðin svona skort á stuðningi og skilningi frá stjórnendum bæði varðandi átaksverkefni líka þegar komu upp ykkur vandamál til dæmis milli kennara og foreldra og að veita þá aðstoðin í bekk eða skilja það kannski að bekkurinn væri of stór eða of erfiður fyrir eina mannsku til að stýra. Er eitthvað sem að þú vilt bæta hér við? Með átaksverkefnin? Það sem ég fannst eins með átaksverkefnin að var sagt sem skólastjórar sem kannski koma nýir þeir ætla að sigra heiminn og gera allt svo vel en kannski hugsa ekki að það er fólki sem vinnur það sem þarf að geta tekið við þeim og líka oft talað átaksverkefnin fjöruðu allt og fljótt út þegar alltaf tekin inn ný og þau náttúrulega eins og við vitum átaksverkefnin koma oft í kjölfar einhverja prófa og mælinga eins og PISA eða eitthvað annað eða samræmdra prófa, þannig að við erum kannski aðeins að skoða þetta. Hægt að kalla þetta átaks, en kannski ekki skemmtilegt orð, átaksverkefni, þetta er mikið átak en mikið álag fyrir kennara. Já. Og sérstaklega, hvað segirðu? Nei, með námslega framvindu og líðan ég ætla að fara svolítið í það og eftir að skoða það og fjalla það svolítið. Já, en það virtist hafa bara beina áhrif svolítið á líðan og upplifun kennara á starfinu sínu hvernig nemendum tókst að tileinka sér námsefni sem er mjög athyglisvert og þú talar betur í næsta fyrirlestri. En það eins og kennarinn sagði, það gefandi að mæta í vinnu og vera í vinnu þegar allt gengur upp og öllum líður vel. En ef einhverju líður illa þá smitar hann út frá sér og þá fyrir öllum að líða illa og þá gengur ekkert upp. Þetta getur náttúrulega átt bæði við ef það er einhver nemandi í bekknum eða líka ef að kennaranum líður ekki vel. Já. Þá að því að tíminn er að skornum skammti, þá ætla ég að reyna að reka svolítið á eftir okkur. En það sem kennarinn átti erfitt með að skilja á milli heimilis og skóla. Það bara ekki hægt að loka hurðin á skólann Það það var áberandi þessi skortur undirbúningstíma og skortur á sveigjanleika varðandi hvenær og hvernig þessi undirbúningur væri skipulagður eða hvenær hann væri framkvæmdur. Og það svona áberandi hvernig stjórnendur vera að spila á tilfinningar og fagmennsku kennara. Það eru voða fáir kennara sem ætla að mæta í kennslu óundirbúnings. Er það ekki rétt skilið hjá mér, Eiríksína? Jú, og þeir sögðu að maður fer ekkert að kenna óundirbúinn, þannig að þeir leggja á sig mikla vinnu því að það líka orðið svo tímafrengt, allt svona bókhald og utanumhald og það fyrir að taka miklu meiri tíma á undanförnum áratugum heldur en áður. Tekur þetta tíma af undirbúningstímanum? Já, og funda sér þetta og ýmislegt annað sem að líka tekur tíma og það tengist á aftur bæði samstarfi þá við foreldra og svo kannski þessi átaksverkefni, ég veit það ekki og einhverjir... Jú, það fyrir átaksverkefni mikið fundasetta og samstarf. En það sem maður virðist vera það þá að við bara þurfum í raun og veru ekki að gefa kennurum allan þann tíma sem þurfa til að undirbúa sig undir tíman af því þeir munu hvort þeir nota sinn frítíma þannig að til þess undirbúa sig. Þannig að það svolítið verið að spila svolítið inn á tilfinningar og fagmennsku þá kennara með það, með skorti og undirbúningstíma. Já, það tilfinningalegt erfiði það vill enginn gefa vinnuna sína, en þeir gera það í miklu mæli. Já, þeir gera það þrátt fyrir að vilja ekki gera það, Sem kaldhæðið af því að almannarómur mjög óvæginn og svona háværasta orðaðan þar að kennarar sé aldrei í vinnunni og vinni ekki vinnuna sína og sé alltaf mikið að starfstöfum og það búið að vera svona þessi klísja á almannarómar núna undanfarna áratugi og það eins og það breytist ekki neitt og ég tala svolítið betur en það eftir líka.
Það þau eru kannski búin að leggja ógeðslega mikið á sig og eru bara stanslaust í vinnunni, líka kvöldin og helgar, bara þó þau séu kannski ekki undirbúin eitt, þá eru þau kannski líka andlega ennþá að hugsa málefni einstakra nemenda eða eitthvað sem þau þurfa að takast á við í næstu viku. Og ég kenna þess að manni líður illa þegar vandamál kom upp í bekknum. Það er ekki hægt að loka hurðinni á skólan og geyma þetta þar. Það er kannski mögulega hægt, en þá held ég að maður sé ekki nógu mannlegur til að vera í þessu starfi en maður getur lokað af hörku. Já. Og nú erum við komin að loka orðunum og við verðum að klára. Núna svo... Hvað segirðu? Nú tala svolítið hratt. Já, tala hratt. Það var alveg ljóst að kennararnir höfðu ástríðu fyrir starfinu en það var mikið, starfið virðist einkennast af miklu tilfinningalegu erfiði og það sem að kennarar voru störfum hlaðnir og þurftu að gera ýmislegt sem að þeir töldu kannski tíma sínum verið betur varið í bara hreinlega undirbúning af kennslu og við kennsluna sjálfa. Og okkar niðurstaða svolítið svo að til þess að vera kennari þá þarftu að hafa ástríðu fyrir starfinu. Ég held að það sé alveg ljóst. Af því að hún krefst svo mikillar mannlega samskipta og þú þarft að bæði hafa einhverjar tilfinningar til barnahópsins en líka til fagsins sem þú þarft að kenna. En við þurfum þá sem samfélag eða sveitarfélög að skapa aðstæður þannig að kennara geti viðhaldi ástinni og starfinu og það þarf að skoða hvernig þessar aðstæður kennara sem að þeir eru í hefur áhrif í raun og veru á þeirra líðan og skoða þennan þátt starfsins sem er tilfinningilegt erfiði og hvernig það hefur áhrif. Ég held að við skulum segja þetta bara sem loka orð núna. Já, við segjum bara að þeir eru að gefa afslátt, ég held að við þurfum öll að gefa þeim afslátt líka. Já. Segjum þetta loka orð.